við líkamann þegar maður liggur í listalífi. Já, það. Það er búið að skrifa nóg af sögum og ljóðum. Menn eru alltaf að búa til og ímynda sér og svoleiðis. Já. En raunveruleikinn hverfur ekki burt. Nei, það. Við verðum að einbeita okkur að raunveruleikanum. Já. Ekki láta ímyndunaraflið hlaupa með okkur út í tóma vitleysu. Við skulum þakka hvern dag sem við gefum okkur ekki draumórum á vald. Við getum auðvitað ekki stöðvað ímyndunaraflið 100%. Veikleikinn er alltaf til staðar. En við getum haldið því í skefjum með því að vera í réttu umhverfi og fara eftir rétta prógramminu. Það þarf mikla þjálfun til að listsjúklingur geti farið á bókasafn eða tónleika eða listsýningu á þess að veikjast. Já, það ekki. Ég var einu sinni listamaður líka. Mér þótti voða gaman og reyndar alveg nauðsynlegt að vera alltaf að skapa eitthvað og ég var orðinn svo upptekinn að ég átti orðið enga vini lengur og var lokaður inn í eigin heim. Þar til ég skildi loksins hvað þetta raunverulega er. Hvað er það? Þetta er bara hégómi. Þið viljið bara lesa minningagreinarnar ykkar fyrirfram. Þið viljið bara fá klapp á bakið og gott hjá ykkur, hjá einhverjum sem þið snobbið fyrir. Þið eru ekki að gera neitt að viti. Þið eru bara að reyna að vera eitthvað öðruvísi en hinir, eitthvað betri. Þið eru einkunnarverði ræflar, druslur og helvítist vergnæra gyðingahomma þrýstihópa sleikju kommunista. Það er kominn tími fyrir Guðsfólk að koma út á skápunum og koma ykkur niður á jörðina. Það er sko kominn tími fyrir Guðsfólk að koma út á skápunum. Greinilega málefnilegt blað. Já, þetta var svolítið sérstakt svona, en ágætis ráðleggingar, eða ekki? Já, en þá var það bara brjóstin.